Verið hjartanlega velkomin hér í vormót ljósleiðarans. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og verð með ykkur hér í kvöld. Ásamt mér hér í settinu er með Sigga Steipu. Sælir, velkomin aftur. Takk fyrir. Og í kvöld ætlum við að fylgjast með viðureign Kano og Þórs. Upp á hvaða lið mætir Veka í úrslitum? Átti að vera Dusty Þór skilst mér en eitthvað breyttist í skriptinu hérna síðasta fimmtudag. Já, ég meina Kano mættu bara to play, Já. skiluðu bara sínu og tóku út Dusty. Já. Áður en að við kannski svona dýfum okkur inn í Þór Kano að þá kannski verðt að minnast á frábæra seríu hérna á þriðjudaginn. Já. Þar fengum við 2-1 sigur Veka á móti Ármanni og ég mæli þá sérstaklega með í rauninni bara eiginlega öllum öppunum. Þetta voru algjörlega frábæri leikir og það gerist þá á einum tímapunkti að það er 1v5 ace. Það átti að ræsa tölvurnar í Settar Krík en það var vírus. Já. Mættur. Ég sá þetta og þetta er þetta er bara jafnmikill sjokker og það er Dusty og mætti segja það. Ég er ekki vanur að sjá 1v5 en líka á liði eins og Ármann og hann var með Diglu eða ekki til að byrja með. Jú. Hann var lár. Já. Þetta var ekki þannig sem stendi, sko. Það er bara þannig og ég var bara eiginlega að gefa shoutout á eitt rugglaðasta play sem ég hef séð. En líka ástæðan fyrir mig að tala um þetta er út af því að þetta sýnir hvað, við erum alltaf að taka skref upp á við í spilamennsku eftir því sem við förum lengra inn í mótið. Við erum núna að fara að tækla hérna seinni undanúrslita viðureigna og færum okkur síðan í úrslitin. Þannig að það er ekkert mikið eftir á þessu móti og liðin sem eru eftir núna eru bestu liðin. Liðin sem eru að spila best akkurat núna og það er mjög skrítið að Dusty sé ekki þar en á sama tíma Kano bara mættu leik svo voru betra lið. Já. Og við skulum ekki byrja bara á Kano, fá upp liðsuppstillinguna hjá Kano. Sorry, hvað ætlaði að segja? Nei, ekkert, ég ætlaði bara að halda áfram með það sem að þú nefndir þarna að Kano þeir áttu þetta skilið og við getum ekki slegið Dusty og mikið fyrir þeirra niðurstöðu. Það er náttúrulega mikið að breytingum þarna í gangi hjá þeim eins og þið viti flest heima. Þannig að það svona kannski gefa þeim smá slakk en stóra ástæða var líka bara Kano spiluðu ótrúlega vel. Solo. Ég held að hann eða Blikk við höfum fengið að staðfesta eitthvað hann annarkvort þeirra væri svona að stýra þessu. Blikk var að kalla. Það er svoleiðis. Já. Og manstu, ég talaði um það í útsendingunni. Ég bara öskraði hver sá sem er að kalla bara guð minn góður. Þetta er bara eitthvað næsta in-game lítir stjarna landsins af því að ég var að horfa á þessi köll og ég sagði það bara, þetta er eitt best kallaði leikur sem ég séð. Svo sá ég líka frábær köll frá Veka og eins mikið og ég held að það verði stór biti fyrir Kano hérna að taka út Þór að þá langar mig ógeðslega mikið að sjá Veka Kano í úrslitum. Mig langar það líka. Ég er alveg sammála. Ég hugsaði þetta akkurat áðan. Veka Kano, af því að Veka, það er sama þar. Þetta er ekki lið sem að kannski sá fyrir sér fara fram úr Ármanni. Ég held að það sé auðvelt að segja að Ármann hafi kannski verið favorites eða hvað. Er það kannski gróft? Já, þú veist, Veka kemur náttúrulega inn í þetta sem hærra sít og var búin að spila betur og 0 alla seríu utan í mótinu og allt það en tapaði þarna mappi á móti Ármanni en já áður en við förum of djúpt í þá Salma skulum við fara yfir hérna liðið hér en við erum með liðsuppstillinguna hérna hjá Kano, það er Topaz, Rufflu, Blikk, Solo og Nonni og ég held að stóri fréttirnar þarna eftir síðustu seríu er bara hversu vel spilandi liðið var, hversu vel kallandi það var og frammistaðan hjá Blikk til fyrirmyndar. Já, þú meiri segja spurði mig eftir leikjaseríuna hver væri MVP-in og ég sagði að mér langaði að láta Hjarta vera IGL-in þannig að hann var bara að sækja sig eitthvað tvöföld MVP sem er heldur ekkert eitthvað sem hann gerir á hverjum degi, sko. Nei. Þannig að að geta kallað og verið með þessa frammistöðu er bara hreint út geðveiki. Það er bara sturlun. Já. Og það segir okkur líka í rauninni hvað Blikk er ekki einu sinni nálægt þakinu á getunni sinni akkurat núna
og það bara boðar, sko, það ekki góða fréttir held ég fyrir restin af senunni af því að you're gonna have to deal with this guy bara næstu 10 árin sko. Akkurat. Ja, nema hann bara komið sér aftur út og yfirgefa okkur, það gæti bara líka vel gerst en það allavegna, Blik var að kalla og bara mikið rosalega kallaði hann leik vel en við tökum samt ekkert af restina af liðinu, það voru allir að standa sér frábærlega, Tópas átti frábær plays, Rufflu átti frábær plays, Solo var bara mjög þéttur, mér finnst mjög gaman að sjá hann aftur í senunni og svona partur af upprunalegu 4 liðunum sem voru í Leno-deildinni og svo Nonni hérna átti bara mjög solid leik líka þannig að ef að Kano geta mætt svona til leiks þá held ég þeir eigi góðan séns á móti Þór en talandi Þór það alvöru lið og það er sko, það fer ekki á milli mála, þeir eru sterkara liðið hérna í kvöld, ég held að sé alveg að segja það sko, en Dusty voru það líka þannig að má ekki taka það af þeim en þetta eru rosalegi leikmenn hérna sem við sjáum fyrir framan okkur, það er Ravli og Pandas þetta deadly duo, þú ert með Tony sem er bara, mér finnst hann geggja, mér er svo gaman að horfa á hann samanlega, Peter mér finnst Peter sko vera einn vannmennasti leikmaður landsins, sko sérfræðingar í Counter-Strike eru með hann bara í efstu stöðum, skilur við, bara einn besti spilari landsins. Þeir sem eru svona meiri amatúrar að fylgjast með, ég held að Peter svona rennir stundum framhjá fólki, sko. En hann er algjörlega frábær og þú minnist þarna á, sko, Ravli og Pandas, þetta náttúrulega, þeir voru 2 í Dusty liðinu sem að vinnu Rick, fer síðan út, komni núna yfir til Þórs. Dabbi þarna líka, búin að vera frábær og maður verður bara að búast við því ég meina Þór eru búin að eiga svolítið sigur hrinu upp á síkastið vinna við þessu ekki Rick en þeir koma með harma hefna inn í þetta mót og ég held að Þórsarar vilji krækja sér í eitt titil norður. Já, og Dabbi til að nefna alla hérna upp og þá er hann IGL-in hjá þeim eða það er ekki rétt hjá mér. Ég held það. Jú, ég held ég að við heyrta líka einhvers staðar og hann er ekki búin að vera í sinninni forever þar að segja á prótildinni held ég. Hann er svona, ég ætla ekki að segja hann sé nýr leikmaður með nýjan playstíl eða neitt svoleiðis en hann er klárlega með hugmyndir, hann er búinn að fylgjast með öllum þessum leikmennum sem við erum með fyrir framan okkur. Ég meina Ravli Pandas, ég ætla ekki að kalla þetta budget Þorsteinn Edison duo en þú veist, þetta er bara svipað duo. Þú sérð að þessi leikmenn eru bara með hausinn á sama stað. Ef að Ravli hugsar á mikið þá fær Pandas hausverk. Það er bara svona synchronization í gangi hjá þeim. Þannig að ég held að það verði svona key faktorinn á Þór, hvort að ef að þeir eiga að vera á öllum sílundrunum í kvöld og þá verður Ravli og Pandas að vera á bara, skotskónum. Já, og þú veist, þeir geta verið það. Þeir eru líka, sko, myndi ég segja, miklir Pandas og sérstaklega, mikil stemmingsmaður, skilur, innan liðsins. Hann getur drifið liðið áfram ef að það er eitthvað erfitt uppdráttar eða eitthvað vesen. Það sem að ég kannski hef mestar áhyggjur af, ef við getum kallað það áhyggjur, er bara, þú veist, ég horfi á þetta svolítið sem sko reyndari spilararnir á móti óreyndari spilararnir. Já, ég veit hvað það fara með þetta. Tony og Peter. Tony, Peter, Dabbi, allt svona eldri reyndari spilarar. Pandas og Ravli, mjög reyndir þrátt fyrir ungan aldur. Skilur, voru tiltölulega snögglega komnir upp í einhverjum af þessum liðum sem voru að keppa í efstu deildunum, báðu búin að taka svona ákveðið stint með Dusty, báðu búin að fara út og keppa og allt þetta. Og svo ertu með svona, þú veist, myndi ég segja sko í Tópas, Rufflu, Nonna, þá ertu með svolítið svona gæjana sem ég held að séu næstir. Þeir eru næstir og þeir eru búin að sýna það líka hinga til að þeir eiga að vera þarna fyrir ástæðan. Það er líka gott að blanda bæði. Það er ekki hvort er betra, gamla eða veist, það er bara, þú finnur leið. Hvað er mettað í dag og þeir verðast vera með á hreinu eins og segir að þeir eru þarna taka rigg og eru bara á, þeir vita hvað þeir eru að gera. Þannig að það er eitthvað að virka vel hjá þeim. Sömuleiðis með Kano, mér langar að fara bara aftur þangað, en Kano, Blik, er hann ekki bara stemningsmaðurinn þeirra? Með hvað hann var stóískur hérna í kamerunni síðast, þá veit ég ekki hvort það myndi kalla stemningsmaðurinn, hann er allavega gott svona andlegt akkir. Ég meina svona attitude-wise, hann virtist alltaf vera brosandi, þá bara gaman hjá þeim. Og ég held að það smitast bara yfir í tímsbygginu, það þið geti verið svona að spjalla saman og
já, þú finnur fyrir því bara þegar einhverjum gengur vel, þú svona farð að fara með því einhvern veginn bara, já, ég er allir marinn og vantar útlimi, en þú veist, það er blikk í liðinu mínu, þannig að ég er góður. Ég fer bara með honum í undanúrslitin hérna. Já, sko, ég er að horfa á spákvort að við séum nú komni með vítóið. Herri, þá getum við bara fengið vítóið, það er bara dottið inn, þannig að við getum fengið vítóið upp og byrjað að skoða það. Ég ætlaði að kíkja á svona hvort að púlinn hjá þessum liðum væru svipuð, en Þór allavega bannar Inferno. Það var það sem var svo frábært við seríuna, sko, Ármann Vega, er að við fengum í rauninni, sko, öll möppin sem bæði lið vildu spila. Ok. Fyrir utan, sko, Ancient var svolítið svona surprise pick frá Vega inn í Ármann, af því Ármann fílar ekki Ancient sem eitt af sínum bestu möppum. Okay. En áhugavert að sjá hvað mappúlu við förum í hérna núna. Það er allavega Inferno farið út, Þór losa sig við það, Anubis farið út frá Kano, og það segir okkur strax að þetta verði aðeins öðruvísi mappúlu en við erum búin að sjá. Dust 2 valið af Þór, það verður erfiður leikur fyrir Kano, myndi ég segja. Já, og já, Dust 2 bara, sko, ég ætla að segja að ég trúi því ekki að þeir myndi pikka Nuuk á móti Þór. Ég held að það hefði verið bara, já, ekki sniðu leið áfram, þannig að ég sáttur með að sjá Ancient pickið. Erum við að fara að fá Dust 2, Ancient og Train, eða, þú veist, eða verður Nuuk Decider? Gefðu okkur Train. Sko, það væri mjög áhugavert. Nei, þeir banna Train, það er Nuuk Decider. Og það er svona, þú veist, ok, þá er þetta alveg svona þokkalega standard þannig. Já. Ég meina, við höfum verið að sjá aðeins meira Anubis í staðinn fyrir Ancient. En það er búið að vera mikið Dust 2 upp á síðkastið, það er búið að vera mikið Nuuk upp á síðkastið, við erum búið að fá Train svona inn á milli, fá eitt Inferno sem ég man eftir, sem var náttúrulega rosalega leikur, en ok, þú veist allt bara svona þokkalega. Já. Ég vil áhuga á að vita, sko, já. Ég fíla Ancient pickið yfir Nuuk fyrst. Leifa Nuukinu frekar að fara í Decider eða eitthvað svona random eins og Train sem var kannski, já, þeir byggust við í vantilega, en að ekki að hafa map númer 2 Nuuk á móti Þór. Það hefði verið of hættulegt, held ég. Alveg sama þó að þeir séu mjög góðir í því og sýndu það í síðustu seríu, að þá hefði það bara verið stór hættulegt á móti svona pússuðu liði eins og Þór. Þannig að þú fær Dust til að byrja með, og Dust, ég ætla ekki að segja að Dust getur farið í báðar áttir. Nei, veistu, ég tek það alveg tilbaka. Ok, Ancient, það er nærið. Ancient býður upp á svona 2 playstila. Þú ert með miðjuna, sem það er rosalega svona CIS Austur-Evrópa, að bara miðjan er center, við tökum miðjuna, svo spáum við restinni. Og ég held að þetta býður upp á tvennt. Þeir geta verið aggressífir og bara snöggir eins og við sáum þá í Nuuk. Þeir voru með eitt mindset, bara hvað eru að fara að gera? Við gerum það, kemur eitthvað upp á, þurfa að leysa vandan, þá gerum við það bara í miðjurrándi. Þeir voru ekkert að stoppa og mikið, þeir bara fullkommittu. Ancient býður upp á það, beggja megin, og ef þeir vilja spila hætt, ef það er ekki að virka, að þá geta þeir líka gert það. Já, eins og Jói Shine talaði hérna í síðustu útsendingu, Ancient dreif það sem öppum, það sem er mjög auðvelt að sko execute beint á site. Þarft ekkert endilega að fara í gegnum miðjuna, en metan náttúrulega spila svolítið þannig að CT-arnir eru að setja mikla áherslu á mid-controlið, ná leininu og þess áttar, og svo sáum við sko 2 mjög mismunandi spilastíla frá liðunum á T-hliðinni, þar sem að Ármann voru meira í því að akkurat, þú veist, stilla sér fyrir framann sæt, taka kannski 1 pump, þú veist, henda smá stöffi og eitthvað, bíða, henda síðan aftur og koma sér kannski með 3. stöffinu, þú veist, á hlupuð þeir inn. Og þetta bjóð til sko svona, þú veist, ákveðin ruggling í röðum Kano, í röðum Vega. Það var svolítið svona, eru þeir að koma núna? En þeir gátu svolítið rótera þessu og bara róterað erum að fara á fyrsta, öðru eða 3. kasti. Sko. Ég fíla það, já. Þetta er ekki bara, þetta er A, þetta getur verið A. Aftur, já, akkurat. Og svo fóru þeir stundum en voru voða lítið að fæta upp á miðjuna. Þannig að ef að Vega hefðu ekki adjustað sem þeir gerðu mjög vel og sett allt sitt púður í að vera alltaf að berast fyrir miðjuna,
þá hefði Ármann svo auðvitað geta farið bara á fyrsta pumpi og Já. fengið alltaf bara 5-2 eða 5-1 inn á B-sæt sko. Já. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þetta spilast núna milli þessara tveggja liða sem að ég held að bæði hafa alveg möguleikan á að berjast fyrir miðjuna. Þau hafa ættu bæði að kunna stöff og vera með allt út til á hreinu og svona sjá hvernig það fer. Dust hins vegar, já. Það annað. Þar sáum við líka milli Ármanns og Vega og við sáum aftur tvær mjög mismunandi nálganir. Vega með kannski svona fínpússara stöff. Já. Voru með svona betri smókana, smókin sem lendir hérna upp á löminni hjá hurðinni til þess að smóka sko alveg upp á Xbox og allt þetta. Hérna voru með frábært setta stöffi frá shortinu og annað inná á meðan Ármann voru meira með þetta basic stöff en bara, svo þaulreyndir eiminnar og vissu nákvæmlega hvernig það átt að poppa að þeir gáttu svolítið tekið stjórninni í þeim leik. Já. Þannig að aftur gæti virka betur með Þór með þessum reyndu spilurum að reyna að spila það þannig versus Kano. Þannig að ég horfi svolítið á þetta sko sem svipaðan leik og Vega Ármann upp á Já, svona pound for pound líka bara. Já. Það áhugavert, en líka Dust 2. Miðjan ekkert minna mikilvægt þar, en liðin eru svolítið, þetta ekki endilega spurningum að reyna að ná miðjunni per se, þetta meira bara það key faktor fyrir rotationa, því að það svo langt að fara í gegnum allt tíspónið og það vita það allir, þannig að ef að B virkar ekki, þú þarft að koma með plan B, setjum þetta hins veginn upp, ef þú ert að fara á A, þú þarft að gera plan B, segir sér sjálft, þá svo þægilegt að geta gert það án þess að vera með vappalínu í andlitinu á þér eða meira. En svo sér líka menn sem að refsa því akkurat, þeir eru að horfa á, reynir frekar að ná City-manninum, af því að hann þarna oftar en ekki einn, en liður farin að vera svolítið tilbúin. Við erum með miðjun á sniðugan hátt. Já, og þú veist, Dust 2 náttúrulega bara eitt af þessum möppum sem að, spilast oft mjög svona fluid snemma og svo sjáum við mid to be execute og svo haldið rotatinu og þess að þar. Mikið á long takes, mikið á shortinu. Þannig að ég er bara spenntur. Við ættum að vera að fara inn í leik akkurat núna. Já, þarna hann að koma. Það hér fyrsti leikur milli Þór og Kano og það í Dust 2. Peter byrjar á pislukilli, ætlaði ég að segja það bara verið comedy en Panda staði P-ið í kvöld, nefndi það áðan að hann sem sagt highlight-punkturinn minn í kvöld, hann og Rafli upp á hversu vel þetta geti gengið, en Peter hann heldur þessu áfram, sækir hérna pislukill á A og infóið og ekki bara það heldur loka rondinu með því, en það var aldrei A til að enda á. Nei, og þetta pislurond við hliðina á gunrondið, þetta allt öðru í sig. Já, en bara þetta var að horfa á Peter þarna droppandi niður og leita þessum fæt, það var eins og hann væri bara að drekka vatn, sko. Já. Hann líka vissi að hann var með hann bara, strákar, þið náðu plantinu, ég bara böggan. Og þó hann hefði ekki fengið killið, það var þetta bara svo mikilvægt á hann að þrýsta á hann. Hann líka svona been there done that, bara gæinn, sko. Algjörlega. Ætti ekki að láta svona stressa sig. Þá kemur hratt pop hérna út úr long frá Peter einmitt á mökkunni, finnur Topaz þar, heldur áfram og finnur Nonna líka og þá næst Solo og hver þetta Blik, Rufflu til varnar og sjáu þetta, þetta bara pjúra aggression. Já, ég fíla það, en þeir lokkuðu hann í svona hálfgjart. Þetta Tony. Tony búinn að gera, þetta sem ég man mest af Tony, hann að gera þetta í Dust, bara klikka og hausa bara úr fjarska, hvort sem það sé A eða B. Ég sá hann gera þetta á B-hurðinni í síðasta leik sem við spiluðum til að komast hingað í kvöld, en það sama á honum, hann bara að rennur ekki honum blóði þegar hann að þessu. Bæði hann og Peter, þetta kannski það sem við setjum munin á þeim og nýrri kynslóðinni að veistu, sko, ég vil fá bara svona petition af stað þar sem að við söfnum undirskriftum það að Tony að fá sér svona hár eins og Twists. Sko, Tony gæti verið bara Twists Ísland, sko. Já, ég sé það. Já, og líka með PlayStation. Já, ég meina það, sko. Hann geggjaður, það Rufflu hérna sem fær Axon í smoke. Finnur samt bara einn en Solo þar á eftir, Solo með 2, búinn að taka út Pandas og Dabba.
Rafli lappar hann í gegnum smókin, Solo var að dippa inn og út smókinum en akkurat vitlaus tímasetning þarna. Þá eru þeir tveir til varnar, Nonni og Topaz. Já, Rafli hérna reynir að fá eitthvað heppni í gegn, veit að hann þarf að síja þá. Þeir eru tveir eftir og þeir eru með fína stöðu, blokkar þetta út smókin, hann spottar það. Heldur með bombu sann smáður? Já. Já, er með bombu. Þannig að hann getur tafið tíman nægu tímina 50 sekundur þannig að hann getur sett aðra hugmyndir í hausin á Kano en þeir ætla ekki að býta þeir hanga þetta aðeins lengur og þar duga til Nonni með þriðja Famas-killið í þessu rondi. Famas er orðin sterk í dag. Já, Famas er orðin mjög góð og orðin miklu betri en hún var. Ekki eins góð 1,6 Famasinn samt. Ó, ok. Sko, bara að sitja upp á hérna, litla catwalkinu í gamla Nuke í 1,6 með Famasinn á börsti, sko, það var bara, Já, ég átti heimaðar, sko. ég átt mann að gleyma catwalkinu. Já, ég átti heimaðar, sko. Ég Ég gæti skráð lögheimilum mitt, sko. var ennþá í vöggur og bara. En þá fáum við aftur hérna einhverja pressu long, koma mollar til þess að stoppa þetta, þeir fara ekki inn í bedroom, þannig að Dabbi getur svingað fyrir aftan og búin að finna Solo og hálfan Blikk. En Blikk hérna svarar, resmokar þetta og jafnt er í liðum og meðan rondið resettast hérna aðeins. Stefnir í B virðist vera, það er smókur hérna út frá miðju og það er búin að pressa þeim. Þeir eru að minnsta kosti 2, Nonni og Rufflu, þetta stendur allt á þeim en nú bara einn maður, Rufflu, þarf að vera ankor. Já, bara að negla þetta tímasending og þeir líka gera þetta rétt, fara allir inn á sama tíma hálfgert, þeir bíða með smókin, það er líklegasti staðurinn til hann sé að halda. Og þetta stefnir, já, þetta sendir þá bara í beint spar hérna, Topaz og Blikk 1-2 eftir og þeir ætla ekki að reyna á, já, eitt erfiðasta sæt til að retaka. Nei, ekki 2 og 4 og, já, eru vísu með kitt en 2 og 4 ekki komnir í miðjuna heldur. Geta líka búið til allt í lægi ránd í næsta leik þó svo að þeir verði á spari, þá verður eitthvað penningu til. Ég efast að þeir fara að kaupa sér niður. Við sjáum til. Ég er bara ekki nógu góð með penningin, en... Blikk búin að finna Peter hana. Ef þeir finna einni viðbót þá væri það mjög gott, en hvort þeir fái það tækifæri ger ekki ráð fyrir því. Þórsararnir eiga að vita að þeir megi ekki við því að missa þriðja leikmannina. Nei, og Panda svona, hann fer í pressuna og það er bara, hugmyndin er stundum bara nóg. Herru, ég er hérna að leita þér, ég veit þú ert að spara. Þetta er svona, ég veit þú gafst upp, en ég er samt að koma. Þetta er svona... Dabbi og Peter spónuðu inn á B. Þannig að það... Herru, jó... Og ég held að Þór gæti akkurat verið liðið sem að teka bara í gekkin og straujar út B. Þannig að reyna að breyta tempo, en þeir eru búin að vera svona þokkalega rólegir og senda 3 menn og B-inu 4. Mollin í miðjunni finnur Nonna. Og sama tíma og Blikk er búin að pússa alla leið upp í Suicide að þá eru 4 menn komnir út B á full gunni og Sætri fallin. Þeir beðu aðeins þarna í B-lobbyin, ég held að þeir hafa fengið info frá Rafli. Hann les þetta sem mid-push og þeir bara gamlaða. Það er akkurat 1 kill þarna í miðjunni með bollan og svo spottar hann annan hlaupandi upp, þannig að af hverju ættu þeir að vera þéttari á B ef það er caseið. Rafli heldur hérna B-rotatinu og þeir eru bara sendir í afturspar. Það er fína byssur hérna yfir í næsta round en Rufflu, hann er með skáttinn, það er nú svo sem Blikk er búinn að spila með hann, var það í síðasta roundi og var eitthvað að aðast í toppmiðinni. Og Topaz er búinn að vera lífandi svo lengi með hann M4, þannig ef hann var með peninginu á reikning þá var hann búinn að ávasta sér ansi vel, sko. En Rufflu hérna að leita einhverjum skada og saman með Solo og finna 3 leikmenn, setja þessa efnahagslegu pressu hérna á Þórsarana, finna fleiri, Pandaspett, sprengingunni líka og finna Rafli líka. Huge! Þeir tæma byssurnar af Þórsurum. Og fá þriðja riffilinn yfir í þetta, svissa skátunum þarna út. Þetta er risastórt og ég myndi í alvörni bara hendi í kaup núna. Bara, þú veist að peningurinn er ekki góður hjá Þórsunum núna. Þú ert 3 rándum í eftirdragi. En þetta er, þeir unnu rándið já, en Kano gerði eins gott úr þessu seifi og hægt var. Bara allan daginn. Vel kallað þarna að fara í exit, setja þessa pressu hérna á Þórsarana. Og við sjáum það bara á peningnum akkurat núna, ef að Þórsarana hefur lifað þarna 4
að þá væri allir bara með 7.000, 5.000, 7.000 akkurat núna í liðinu, en í staðinn eru þeir allir á nulli og ef þeir tapa þessu þá þurfa þeir að spara strax rándið og eftir. Að sama skapi þá eru Kano með þessu búin að fá 3 kaupránd núna í röð sem þeir átti í rauninni bara að fá 1. Akkurat. Og handast tímasetningi þarna, Ruflu, lappa fram hjá honum. Þetta svo vant þegar maður lendir í þessu. Þetta búið að vera svolítið svona. Já. Búið að vera svolítið með tímasetninga bara strax inn í fyrstu 5 lótunum. Þegar mann í mappinu. Eitt opnast á mappinu samt. Já. Þeir eru að lappa á hvort annað í smókum og svona. Það er mikill skaði á leikmönnum hjá Kano þannig að þetta ránd ekki þeim í hag. Þeir eru að vísu búin að jafna þetta núna en Rafli sló píkar hérna út með vappan. A er bara opið fyrir utan 1 mann í glús. Já. Leikarna reynir að ná Dabba í glúsinu inn á sætin. Nonni finnur 1 en ekki Tony með. Hefði þurft að finna meira þarna til að gera þetta gerlegt hér fyrir Topaz. Topaz er bara þreyttur að spara og ég skil hann vel sko, hvort sem það sé rétta staðan eða ekki. Ég hefði örugglega gert það sama bara, Má ég ekki dega líka? Þetta er ömurlegt, hann er búinn að vera beggja megin en hann er alltaf síðastu lifandi. Hann stekkur í þetta líka voðalega lítið til að spara þarna þannig að þeir fara frekar bara gefa upp efnahæginn akkurat og fara í svona ránd. Það eru 3 neitur þarna þannig að ég er að búast við long pussi hjá þeim. Er einhver að fara að mæta þeim? Nei, virðist ekki vera. Allavega ekki byrjun. Nei, virðist alltaf vera bara einfalt default setup hérna frá Þór, senda 2 í tunnels, alltaf að klíra út uppi tunnels, leita einhverju pikki. Nei, Dabbi er bara farin út. Ég held að það er alltaf að fara að spila þetta bara rólega standard, en nei, þá er Dabbi bara búinn að tryggja sér sætin og heldur áfram að pússa og setja pressuna hér. Hann er bara að kíkja í glugga, komin út glugga og mætti bara með glokkuna í hliðina á Ruflu. Ha! Wow. Snöggt ránd hérna, like it, en þeir líka vita kannski að þeir eru á móti pislum, voru 3 neitur hérna, en meira. Er einhver búinn að tjekka sko lyklaborðið hjá Pítur? Það 2 sé bara fast inni hjá hann. Hann bara getur ekki hlaupið áfram. Eitthvað að tjekka á honum. Þetta er þvílík tímasending sem hann finnur þarna og kemur öllum á óvörum, bara mættur, gunnaður út B. Og 6-1. Þetta lítur ekki vel út eins og fyrir Kano-menn. Nei, þetta er ekki góð byrjun, en þetta er ekki ósvipuð byrjun og við sáum líka hjá Kano fyrst, þannig að vonandi ná þeir að endurræsa sig því að þeir virðast ekki alveg vera komnir með fæturnar á jörðina núna, en þeir eru að fá fyrsta svona, eitt af fyrstu almennilegu gunrándum á móti gunrándum, þannig að við sjáum hvernig þeir para saman núna á móti Þórsurum. 1-1 stendur staðan og það er þá Topaz núna, brosandi glittir hérna, nær að taka 1 í viðbót smá skaða á Rafli en lætur síðan B frá sér. Hvar er þriðji maðurinn hins vegar? Hann er í löngu lörki hérna, Dabbi er tilbúinn að droppa niður, þeir fá bombuna niður en þeir eru ennþá að leita á honum. Dabbi, hann er að fara að droppa CT og núna komast þeir að því að hann er þar, Nonni að fæta hann. Negla. Dabbi er búinn að finna 2 þarna, gerir rosalega mikið og svo tefur hann endalausa tíma og þeir skipta bara aggróinu. Rafli mættur í gluggan, þá er það bara blikk, 1 á 2 hérna. Hann er með kit, hefur mögulega smá tíma en hann þarf að finna þá báða. Þetta er ástæðan fyrir það er ómögulegt að ríteka þetta sæt. Algjörlega, bara pressan er bara nóg. Það er bara, hann kemst ekki inn á, þeir ætla ekki að leyfa hann að segja ég. En það er dingin á Pítur, dugur ekki til. Tíminn hefði heldur líka verið mjög þröngur þarna. Þannig að ég heldur það hafi alltaf verið örugt, en já. Hann hefði mögulega nátt definu ef hann hefði instant tekið Pítur þarna, þú veist, og bara droppa niður og stikkað. Það hefði verið sko einhver sekundi brotan á milli, en 7-1 og þó að þessi lóta hafi litið kannski aðeins betur út fyrir Kano, að þá vorum við að sjá bara hérna B-vörnina falla bara á gunplay frá Þór. Það var ekkert eitthvað stöff sem að vera að gera þeim sjúklega erfitt fyrir, þú veist, það var ekkert eitthvað massíft taktíkan á bakvið, það er ekki eins og það hefði verið allir 5 þarna heldur. Þetta var bara svolítið, við unnum fyrsta fætin, töpuðum öðrum fætinum, unnum þriðja fætin, töpuðum fjórða og svo eigaði sætin og þetta er erfiðasti sætin í leiknum til að ríteka, þú veist, þú verður að gera meira ef þú ert að halda að bíða þarna. Já, og líka þetta var bara ótrúlega vel spila hjá Þórsum, þeir eru bara að leita að Dabba þarna á miðjunni, funda hann ekki, þannig að hann neglir þarna 2 niður og heldur því.
Blik með 2 í skallan beint þarna þriðja auga þá 2 leikmenn, þetta átti aldrei að gerast. Þetta átti aldrei að gerast, allt í einu og þá er þetta orðið 4 á 2 hérna. Bomba mun fara niður B, en þetta gæti verið gerlegt retake út af bara einfallega fjöldanum. Þeir geta straujað inn allir 4 hérna á sama tíma og gert Tony og Rafle lífið leitt. Blik með skátt collateral haus í gegnum vegg. Tony búinn að finna fyrsta, Tony búinn að finna annan. Þeir eru að pússa inn og ná þessu. Nonni tekur bæði Tony og Rafle og Kano finna aðra lotuna sína hérna. Og þetta sýnir bara, þú verður eiginlega að vera með 2 manna yfirtölu til þess að geta retaka B. Já, á þessum hætti. Þú þarft bara svona, þetta er bara svona eins og raunverulegur hernaður. Stundum þá þarftu bara að senda inn fólk sem þú veist að er að fara að fá í þessu kúlu. Já, ég væri virkilega til að sjá skotið frá honum út af því að mér sýndist þetta að vera 2 í kennu vegg, þannig að ég held þetta hafi verið í gegnum hurðina. Ég bara misti af því. En þetta var allavega, nei, þetta var frá Kar. Þetta var frá Kar? Já, inn á CT. Og þeir voru akkurat held ég að double swinga og þetta gerist líka á nákvæmlega sama tíma og Rufflu tekur inn með hérna, M4. Þannig að þetta er hálf sekúnda þar sem að koma 3 fellur fyrir Kano. Bara breytir rándinu á 0-1 og það er það sem að þeir þurfa allavega núna. Annað rándið fyrir þá og Þórsarar konni með 7 nú þegar búinir að vinna helminginn. Þannig að það er fínt að sjá svona aggressive play og hvað með tímasetninguna, hann er akkurat með neit í hendina þarna hjá Peter og infóið sem að Blik búinn að sækja sér er líka bara gríðalegt. Hann þarf bara að halda sér lífandi núna og þeir eru með advantage. Já, hann gerir þetta vel, hann heyrir þarna stöffið vera að preppa, pushar inn með því og smókar sér síðan út í bakkinu, vel að spila þarna hjá Blik. Kemur liðinu sínu í manna forskot, Nonni heldur líka vel miðju hurðinni, svingar þetta frábærlega líka og Blik í baki á sama tíma. Þarna er Kano liðið sem við sáum hér í síðustu viku mætt inn á server, Siggi. Já, það er klart mál og ég held að killið þarna hafi verið Blik af því að staðan sem hann er með þarna eftir smókin er svo framalega að hann er akkurat að koma þarna bara á miðjuna. Hefði þeir fallið fleiri hjá afsakið Kano, að þá var Blik á toppmyndinu bara núna í lokin, þannig að þeir eru strax búin að loka á alla T-hliðina hjá Þórsurum. En já, það er rétt. Þetta round sem er unnu á undan þessu, það hefur verið impact roundið til að byrja það. Yep. Og horfðu núna á peningin hjá Þórsurum. Þarna kemur þetta team wipe, þráttur að hafa ekki unni roundið. Ó nei, er þetta snemmt? Ok, gott. Nonni lokar þessu þarna. En ég meina Þórsarar væru kaup núna ef þeir hefðu ekki fellt á alla eftir plantið fyrir nokkur rándir síðan. Þannig að Kano núna fá í rauninni gefins 4. rándið út af góðri vinnu fyrir í leiknum. Og ekki sterk kaup ofan á það hjá Þór. Þeir eru ekki með allavega heilbrigðasta kaupið. Það er Galíleitn og Pandas. Sá ég rétt að... Það er eiginlega ekkert stöff, það er engin molli. Það eru nokkri smókar og nokkur flöss en ein grena og engin molli. Peter fórnar AK-unum til að fá aðeins meira utility hérna og getur meira sér kasta á milli. Held ég hann hafi gert akkurat, já. Trúðukalli banka, nú ekkert yfir næsta ránd. En hvað gera þeir? Rattlblom hér. Solo, hann nær að svara fyrir sig. Þeir rössa hann á eftir. En það er Rufflu sem er honum til halds og tröst þarna og nær að treyta Solo. Hinsmanns forskot núna, já, það er jafnt í liðum. Skjóðskipast við í lofti. Pandas, hann bara sprettir í gegnum smókin þarna, reynir að taka play á Rufflu. En það gengur því miður ekki. Frábær grena hjá Tony. Það var bara eins og Rufflu hafði vert þessari grenu. Hann satt hún á henni, reynda unginni út. Mortýr. Núna síðustu 2 leikmennir fyrir Kano, nú bara 1 og það er maðurinn sjálfur, tengir ekki við höfuð hérna í fjarska. Tony þekkir þetta betur og neglir Blik. Já, sækir 8. rándi fyrir Þórsara og þetta leit svona betur út fyrir Kano en þeir verða að hafa eitthvað tilbúið hérna í að taka hliðinni eða bara terra hliðinni því að þessi leikur er farin svolítið á undan. Þórsarar, þetta er þeirra map pick. Þeir ættu að vera með nokkuð snirtilega sitt í hlið, jafnvel bara flottari heldur en held ég. Það sem að Þórsarar sýndi okkur inn í fyrri hálfleik er hversu mikill kraftur getur verið í því að eiga frumkvæðið á T-hliðinni. Eða þú veist, bara eiga frumkvæðið. Og það er svolítið það sem ég er að horfa á hvort að Kano geti leikið eftir hér.
bara að spila þennan aggressíva stíl og setja Þórsarana í erfiða stöður varnarlega séð, sem nákvæmlega sem Þór gerði við Kano í fyrirháleik. Og jú, þeir náðu að klóra þarna nokkra lúti tilbaka og gerðu þá svona á tiltölulega stuttu tímabili. Þannig að það gæti verið einhver momentum að svinga hérna með Kano akkurat núna, en Peter er búinn að opna reikningin fyrir Þór hér í seinni hálfleik og Pandas bætir við, Ruflu samt með Tony. En Peter með geggja skotan á Ruflu og þá er það bara Tópas 1 og 3. Barti fer niður, Peter reynir að stökkva í þetta, tengir í hausinn þarna í gegnum kassa og sækir pistol númer hvað í döstu. Þetta er bara hans mapp þegar kemur að pistols. Já, mér langar að taka fram aftur að svo sagðir það að þeir Þórsara hafi byrjað svona snemma, eða byrjað með svona öflugan til helming. Kano, já, þeir eru kannski komnir í gang, ég segi það núna eftir að ég tapa rándi en pistol. En ef þetta skildi fara í að vera nálega leikur, þá er Kano að fara að berja sig sjálfa fyrir að hafa ekki farið fyrr í gang. Það gæti nefnilega verið staðan, við sáum það gerast ef mér skallast ekki í... Var það fyrsta mappi sem þið spiluðu? Ég man ekki hvaða serið það var, en þegar þeir comebackuðu. Já, og þú veist, þeir hafa ekkert mikið meiri tíma. Þeir þurfa að koma sér í gang núna. Það bara, hérna kemur flottur smók fyrir hurðina í miðjunni, sem lendir hana á löminni og lokar fyrir allt útsýni yfir og upp á short líka. Og þá má búast við því að við séum að... Nei, herrðu, hann hefur ekki hitt smóknum. Jú, hann hitti. Hann virkaði. Hann bara virtist ekki hafa hitt. En þá búist við einhvern shortplay hérna, Pandas, hann er eitthvað að stöffa þarna, Grefnum gerir smá skaða. Vita núna af honum, Pandas gerir vel, bakkar, örgastöðu. Peter reynir að stöða mikið bátum, Dabbi svingar út frá því og það eru tveir fallir hérna og þriðji maðurinn er á miðjunni og það dugar, hann nær hengingunni í gegnum smókin, þurfti akkurat á að halda. Þeir eru að berjast á móti pistlum, þannig að það er ekkert að segja við því að þeir svingi allir saman, en Tópas fær tvo þarna bara rétt í lokin. Ok, þú þykkur það, en enn og aftur. Tópas er bara einn af þessum leikmönnum sem að ég vil ekki mæta með Deglu. Hann er rosalegur á Deglunni. Svo við erum að horfa á hann. Hann var einmitt bara í vandræðum í byrjun. Hann þurfti að spara 3 rándi rauð og það liðið hans var bara fallið fyrir. Þannig að hann er ekki búinn að fá tækifæri til að hafa impact í þessu leik. Nei, það er ekki það sem er 5 kill. Það er akkurat það sem þú segir. Já, hann er bara ekki búinn að fá tækifæri. Sjáum hvort að hann fái eitthvað tækifæri eftir þetta enn eina ego hérna hjá Kano. Eða, já, léttu kaup. Þannig að voru á svona hálfkaupi Forsi í síðasta rándi. Ætla núna að reyna við longið, 5 leikmenn búin að koma sér fyrir annarkvort inni í betlum eða þar fyrir utan. Nonni búin að opna reikningin og finnur Tony hann snögglega. Það er Rafle sem að tekur næsta kontakt en hann finnur bara 2. Það setur það í 3 á 3 og 2 byssur ætti að vera komnar yfir til Kano en Peter hann er bara á eldi. Finnur Rufluðan í gegnum kassan, Tópas svara með Deglunni. Pandas hann er tekinn líka, þetta er algjörlega gerlegt hér fyrir Kano. Ok, elska þetta vel tímasettum Molli á rétta stað og það þvingar Dabba út. Solo var eiginlega bara vonast eftir því að þeir eru tilbúinir 2 að taka á mótunum. Ok, þeir gerðu geggja úr þessu rándi. Var þetta of snemmt hjá Pandas að strauja þetta út? Ég skil hugmyndina. 1 ár. Þetta var, við erum í 10-4 og ég get ekki hedgeplay. Já, ég held það. Þetta var agaleysi. Það var bara, þú veist, ég hef sagt það áður, ég segi það aftur. Erfiðasti hluturinn í töluleikjum er að ekki gera hluti. Já, þegar bara, þú veist, eins og þarna, það er ekkert meira fristandi heldur en að strauja gegnum með smók, ná 2 hausum og vinna rándið. Já. Tetja liðsins, allt þetta dót, ef það klikkar, við erum 10-4 yfir. Já. Látum bara á þetta að reyna. Leið og byrjar að heldur áfram að gera þessi play, þegar þú kemst upp á hæsta stíðið, þá byrjar að tapa leikjum. Það er bara þannig. Og Peter bara... Er skátið hans vopp bara í dag? Já, greinilega. Hann er að fara að gera það. Nei, Blikk. Nei, Blikk spottar ekki, ég lýs því, en sér hann þannig í lokin og já, Kano, ok, þeir eru komin í gang með byssu núna, 4 rifflar eftir og ekki góð kaup hjá Þórsurum. Ég veit ekki hvort þú sást þetta, en Dabbi var þarna bara búinn að vera að fela sig bak við þessa blessuðu sandpóka, ég veit ekki hvað lengi, og bara búinn að horfa á þá. Hæ? Ok, byrju, hann var bara krátsaður. Það sést alveg í hausinn á honum. Já, var hann bara að tappa? Já, þú veist, hann var bara miðað á.
hann var bara að fylgjast með þeir höfðu getað skotið hann sko 5 sinnum áður en hann byrjaði að skjóta þeir loksins letu að því verða en Rufflu þarna búin að opna reikningin á Peter margar grenur Tony með degluna þeir eiga samt B-ið en eru búin að fórna einum vappa þá er spurning hvað Þórsar ætla að gera með hann vappa hvort þeir ætli bara að halda honum já, hann sýnist það að senda Rafli bara með hann á longið Jú, það er rétt hjá þér, hann er komin í spar, það er rétt hjá þér. Þeir eru svona hanga í kringum þetta skoða en aftast maður er alltaf að fara að vera Rafli, vita það að þetta er að öllu líkindum ekki fara að gerast, hvað þá núna þegar Blik staðfesti það bara með krossunum á miðjuna. Skotið aðeins á milli en vappinn hann er alltaf að fara að vera sparað eða hvað. Tópas, hann er að kanna málið hérna núna, þeir vita að það var vappi toppmitt. Vilja þeir fara of mikið í þetta? Ég held ekki. Nei, í fullkomnum heimi þá missa þeir ekki annan mann hérna. Það er alltaf dýrt að gefa eftir vappan og sérstaklega þegar þú sett hann á Rafli, sko. Rafli getur verið alveg rosalegur og enginn heimur rándir með vappanum og hann er heppinn þarna, fær bakið á Nonna en ekki frammendan á honum. Tópas nær að hrifsa vappan hann úr höndunum á Rafli á síðustu sekúndunni í lotunni og allt í einu er orðið 10-7. Já, núna er bara 3 ránda munur. Þetta er akkurat það sem ég nefni aftur í byrjun. Við gætum verið að horfa á 10-10 ef að Kano hefði bara mætt til leiks bara sparkandi, strax. Fóru allavega í gang og við sáum það síðast líka. Þeir eru hérna fyrir ástæðu. Þeir fóru í gang seint en þeir komast allavega af stað og núna já, 3 ránd afsakið sem að aðskilu þessa... Blik hérna geigar þessum skotum. Þetta voru ekki skotin til þess að hitta ekki í þessari seríu. Það voru öll flössin komin, Dabbi var störblindur. Einn á miðjunni og það er Peter búinn að vera með skáttinn. Ég var mjög fróðlegt að sjá hvað hann er með mörg scout kills. Á gríns. Bara, að því hann byrjaði ekki einu svona á því í byrjun leiks. Hann er bara búinn að vera með hann einhvern veginn í sítíðinu eftir að komast þangað og það er búið að vera að gera gríðarlega skaða. Nonni að skoða sjortið, Rafli með línuna frá bílnum, heldur þarna ef að Nonni færi sig of langt upp á skattið. Rafli náði ekki að spara vappan síðast, er með einn hér núna. Fjárfestir í hann, næran krossunum. Já, lörgsmokur og gott plass. Rafli gefa fyrsta skotinu, hittir öðru. Og núna mega ekki gefa honum marga fleiri svona skemmta. Þetta er svo erfitt á þessum tímapunkti. Rufflu gerir rosalega vel þarna, finnur Peter lörkandi fyrir neðan og þá ákveður að kalla, bara snúa við. Og ég fíla þetta í botn hjá þeim. Það er mjög erfitt að ætla að komast alla leið en þetta er frábærlega gert hérna. Tópas stoppar til þess að halda rótitinu. Hann veit að sætin er tómur en Tony sér við honum. Þarna kemur reynslan alveg skín í gegn. Já. Rufflu, já, reynir þarna, gerir hárrétt, bara vinnur ekki fætin. Já, veistu, þarna, reyndar, þarna, hann hefði hann unni fætin, væru við að segja af hverju púsaður inn? Væru við að segja það? Var það rétt staða út af því að tíminn var ekkert að bráðna svo mikið? Sko já og nei. Ef þeir væru 2 eftir, þá hefði ég sagt að þetta væri ofsnemt, en af því að þeir eru ennþá 2 á 1 og það er bara svo góður séns að hann grípir Rufflu með buxnum á hælunum í einhverju óþægilegu stöðu eða eitthvað svoleiðis eða í einhverju animationi. Þannig að ég er alveg að gefa honum þetta. En þá fáum við long hit hérna frá Kano. Peter, hann heldur áfram á skátinum. Dabbi er búinn að vera algjör þyrnir í síðu Kano þarna í longinu. Og Nonni er búinn að finna Peter líka. Það er bara Rafli og Tony til varnar á móti 3 leikmönnum Kano sem er að reyna sitt besta að krossa hérna inn á sætin akkurat núna. Tony er búinn að finna einn en Blik og Tópas loka þessu. Kano komast í 8. rándið. Og taka vappan yfir í næsta ránd, það kemur óvart. Hann kýsa að halda á honum og með sínist það bara stella hann í long. Líka bara spila hann, sko. Já, ég held að hann ætla að píki bara long píki hérna. Ég efast hann ætla að fara í miðjuna. En það er allavega 2 leikmenn hjá Kano sem að stefna beint þangað, þannig að kannski ykkur með krossinn, eða hvað? Nei, það stefnir í longið. Þar er 1 maður til að taka móti og það er sjálfur Rafli. Hver vinnur þennan bardaga inn og hann er búinn að krossa, kemur honum ofan í pit. Blik ætti að hafa heyrt þetta. Já, hann hlýtur að hafa heyrt þetta. Blik skiptir við Nonna. Ó nei, þeir klera hann ekki, en Blik byrju flikkar hann. Ég sá á mappinu að hann klera hann ekki. Þetta var flikk. Frá Blik. Blik frá Blik. Blik frá Blik.
Flick, flick. Það ekki chick flick lengur, það bara blick, flick. Blikkið í flick. Ó, það er samt alveg geggjað. Það sick. Þetta er alveg svona eftir svona 5 ár, þegar Blick á toppnum á Tier 1 sinunni hérna einhvers staðar út í heimi, þá verður það svona trademark movie hans, þetta Blick. Blick. Það verður sick. Með svo Scream og One Tap, það verður Blick með Blick. Já, mannafórskot hér fyrir Kano, jafnaði liðum hér af Peter, en Blick svarar snögglega. Það var Tony og Dabbi. Tony fundinn hérna af Solo og bara Dabbi eftir 1-3 og þessi endurkoma Kano er vel á veg komin. Já, og hér er byssa fyrir Dabbi. Nei, býttu, hann var þetta ekki. Jú, hann er bara að reyna þetta. Hann er á móti Vappa, hann veit það. Hann er með smoke, hann er lás. Hann má reyna þetta. En hvar er Blick? Kúlan! Þurfti ekki meira, neglir hann í hausinn. En ég hata Dabba ekki fyrir að reyna þetta. Hann mátti það. Hann var, sko, þetta var svolítið svona, ég get sótt mappointi fyrir ykkur núna. Já. Og sparið var ekki eins og garanterað fyrir hann vegna þess að Blick var í CT-inu tilbúinn. Þannig að hann hefði alltaf heyrt í honum rótita ef hann hefði hlupið. Þannig að gott try, en já, þú þarft að fara fram hjá Blick til að komast í þetta. Defuse. Solo hérna spottar crossin, nær yngri tengingu. Blick ætla samt í gegn með RS á rétt. MP mök 10-na. Blick bara spretti hér með smók. Hann er kominn af stað hérna. Það er nokkuð ljóst. Hann reyndi að lappa í gegnum 6 mólaða, skilur við. Það var bara, hann hægði ekki ná sér. Og Nonni er búinn að finna Dabbi þarna. Og það eru bara 3 á 5 hérna. Og þarna verið að min-max að það er bara hárleikmaður, þú tekur byssuna. Þetta er bara protocols. Horfðu núna á skólanið. Við erum að tala um 11-10, Þóri vil. Já. Horfðu núna á Pandas, hlaupi í gegnum smoke í 3-2 ríteki. Akkurat, það er bara nákvæmlega svo sagðir á hann, það er bara hárrétt. Þú myndir ekki gera þetta núna og ekki einu sinni hann sjálfur nema að verði eitthvað gull tækifæri eða eina tækifæri eftir. Það er farið að þrengjast að núna, bæði lið komið 2 stafa tölu og ekki mikið að rándum eftir. Þannig að þeir þurfa að fara að snirta aðeins til hjá sér í Þórsunum. Þeir eru heldur búin að setja þetta aðeins svo mikið á bara, vonuð það besta, en þeir þurfa að fara að kalla eitthvað núna. Sko, bæði finnst mér eins og Þór hafi bara svona svolítið týnt liðsheildinni í vörninni. Já. En þá týndu þið líka bara frumkvæðinu. Það er það sem að Kano er búin að gera rosalega mikið. Þeir eru bara búin að vera að keyra á þá og Þórsarar er ekki búin að ná að díla við það nógu vel. Nei. Og hvernig ætlarðu að takast á við það öðruvísi heldur en bara að vinna fyrstu fætana þegar þú ert með Blick hlaupandi gegnum smók á mök 10. Þú veist, hlaupandi gegnum molla og smók. Þá þarftu bara að gera eitthvað eins og þetta. Já, frá Tony. Hann er með 3. Nei, þetta er Pandas. Panda sem er 2, Tony er með 1 og þetta er það sem þú þarfst að gera. Leið og þeir ná að loka einhverjum af þessum snembúnu bördugum sem eru að taka, þá lítur andið bara töluvert öðruvísi út. Og líka bara mjög skemmtilegt angle sem með hana. Þetta er ekki mikið spilað, þetta er svolítið svona high risk, high reward, gott off-angle og kemur um óvart. Og þetta er akkurat það sem þú þarft bara að gera núna á móti Kano. Þú þarft bara að henda þessum curveballs í þá. En þetta er ekki alveg búið þó að lítið út fyrir það. Þeir eru konum með miðjuna og nú er þetta Topaz 1 á móti 5. Ef við teljum með killið sem að fekk hérna og ég efast að sé að fara að henda í vírus því að það er Tony sem að sér þetta og sækir fyrir þá 12. map point. Já. Þór loksins finna sitt round hér á varnarhliðinni. Þurfa 1 til þess að loka þessu fyrsta mappi og koma sér 1-0 yfir hér. Á móti samt sterku liði Kano sem er búin að koma með bardagan til þeirra hérna á mappikkinu hjá Þór. Og við sjáum það að bæði lið eru kaup. Það er makka þarna á ruflu. Og mér sýnist hann alltaf að opna fyrir þá bíð. Mólin kemur, þekkjum það, þeir eru að vísa með sterkari móla núna, lítið til að nefna því að það kemur smókur beint á Pandas að gera spraydown hérna, dugar fyrir 3, það er ekki að manninum inn á sæt. Þetta er allt á núna. 1-3 með Vappa að horfa á sig. Hér kemur utility líka og þetta þvingar hann út, hann þarf eiginlega bara að gambla þarna, staurblindur. Þetta er sigur fyrir Þór.
þetta nákvæmlega það sem við nefndum í byrjun. Hvað ef að Kano hefðu byrjað strax? Já, ef þeir hefðu byrjað strax, byrjað fyrr eða komast í gang aðeins fyrr eða fundið, hvað getur sagt, bara fundið bara skriðþunga aðeins fyrr. Mér fannst þú sem skilur, mér fannst Kano, þetta bara svona, mér finnst þetta að vera mjög típist dust. Þetta eina ástæðan fyrir því að ég ekki mjög mikið dust fan í competitive CS af því að mér fannst þetta bara fyrstu, þetta fór 7-1 eða eitthvað, áður en að Kano byrjaði að taka einhver ránd, skilur. Já, rétt. Fyrirhálfleikur endar 8-4 í 7-1, að þá gæti ég ekki bent á eitthvað sick kall eða eitthvað sick execute eða neitt hjá Þór. Þeir bara unnu opening duels. Já, eiginlega, og líka bara, þú sást að var, ég ætla bara að taka aftur að þér, skriðþungi, það bara þeir voru með það frá byrjun til ekki endað að hægðist aðeins á þeim vörnin. Við sáum Pandas reyna svona kannski aðeins og gríti kills í gegnum smókinu, en það var það sem að hélt Kano í seríunni ásamt svona, þeir þurftu á þessum mistingum að halda líka. Pandas hefði getað gert þetta erfiðara fyrir þá í stöðunni þarna 10-4 bara með því að spila aðeins yfirvegara retake með liðinu sínu. Það ekkert víst að Þórsarar hefðu unnið það ránd en samt sem áður hefði getað gert það aðeins auðveldari fyrir liðið sitt eða gefið því aðeins meiri möguleika. Ég allavega á þeirri skoðun. Það getur alveg vel verið að einhver úti horfi á þetta play og segja sjálfsögðu hann reyna að hlaupa og koma þeim á óvart. Það alveg mismunandi sjónarhóla. Við vitum aldrei alla söguna, þeir eru kannski með miklu betra info komst það sem að bara, hei strákar, þetta gæti verið að við vinnum. Við vitum ekki, við getum bara en frá okkar sjónarhóttni að þá voru þetta mistök sem að hleypa Kano svolítið aftur inn í leikinn. Kano byrja að spila með mjög miklu sjálfstöðsti og þá svona hvarf Þór svolítið, bara eins og ég sagði, þeir glötuðu svolítið bara sjálfstrustin á sörurnum, rándin sem þeir vinna þá setja Pandas í einhverja one and done stöðu í einhver crossfire á longinu og Tony að halda með honum. Fella 3 á meðan þeir að reyna að komast út longið, rándið er búið. Og næsta ránd kemur Rush B, nákvæmlega sama og þeir gerðu þegar þeir vinna rándið, Kano, þegar Blik hleypur í gegn og finnur mannin á leiðinu út í smókinu og allt það. Þeir ætlaðu að gera nákvæmlega sama, nema Pandas bara gerir það sem Pandas gerir mjög vel, þú veist, hann hefði getað gert 100 svona hlaupi gegnum smók mistök í þessum leik, en hann hefði samt einhvern veginn fundið sjálfstöðsti til að gera það sem hann gerir í síðasta rándinu, sem er bara streifa út, setjast niður og full tæma AK-in inn í smóki. Ég elska líka þetta var kannski svolítið ódýrt call hjá Kano, strákar, þetta virkaði síðast, þetta var kannski svolítið svona, partytrykka eiginlega, en þetta virkaði akkurat fyrir á fyrst, en núna voru Þórsarar með svar við þessu, svona kannski meira tilbúnir, þetta er option hjá þeim, að vera tilbúnir við þessu og Pandas var það. Er þetta ekki líka bara svolítið þannig að hitt var ekkert endilega að virka fyrir Kano, þú veist, að spila hægt og taka og þegar þú getur ekki að því það er alveg rétt við þér. Þú ert í þessari stöðu, þeir eru á map point, þú mátt ekki tapa öðru rándi, þá viltu frá svona leikjafræðilegu perspektífi að þá viltu reyna að lágmarka sjensin á tapirrándinu og það er alltaf gamla að taka rössi gegnum smók. Algjörlega. En á meðan það ekki að virka hjá þér að spila rándið yfir við að finna pikkin, þú veist, svona hægt og rólega að tjóka út part af mappinu þangað til þú færð map control, svo sætið, svo postplantið, að þá bara stundu þarft að taka gekkin og taka gamblið og það bara virkaði ekki þetta skipti. Við getum talað þetta í 10 mínútur, korter, þeir hafa 15 sekundur. Þannig að maður verður svolítið að setja sig í þeirra spór líka og svona, þú veist, hvað eru menn að hugsa þarna og þú verður eða svolítið bara, þetta virkaði, þetta er kannski ekki svo galið call að gera þetta bara aftur. Við þetta skipti var Blik ekki fyrstur líka, þannig að þeir eru að horfa á það að hafa hann í treytinu frekar, sem er alls ekkert vitlaust að horfa á það, Ég ætla að spyrja þig, hver er MVP í fyrsta mappi? Er það ekki bara Blik? Ég held að sé ekkert flóknar en það, Mér sýndist alveg að Blik vera svona, ég ætla bara að segja Blik. Þá höfum við það, Blik við valin MVP þrátt fyrir að hafa tapað fyrsta leiknum, ætlum að taka örstnögga pásu og þegar við komum tilbaka þá erum við að fara til Suður Ameríku, til Ancient, ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Red Bull veitir vængi.
Verðið velkomin aftur hér í vormót ljósleðarans. Við erum að fylgjast með seríu á milli Kano og Þór. Þór leiða hér eftir fyrsta leikinn í seríunni en það var... Við erum ekki live held ég. Ég sé bara auglýsingar. Við sjáum auglýsingar. Já, verðið velkomin aftur í vormót ljósleðarans. Við erum, það heyrðist víst í ykkur, en það er alltaf góð, þá segir þetta bara aftur. Við erum að fylgjast með seríu Kano og Þórs. Þór leiða akkurat núna 1-0 eftir fyrsta mappið. Þeirra mapppick Dust 2, en leikurinn var svo sem ekkert rúst eins og það leit út fyrir að vera framan af. Þeir voru þarna 7-1 yfir en endar síðan 13-10. Meira segja sko, við nefndum það í byrjun að þetta væri svona, herðu, ef að Kano ætla að halda áfram þá þurfa þeir að koma strax í gang. Þeir gerðu það sama og þeir gerðu í leikjaseríunni á undan sem að var á móti Dusty. Þá gerðu þeir akkurat nákvæmlega sama, litu ekki vel út í byrjun en svo hægt og rólega með kvöldinu þá bara sáum við eitthvað level upp hjá þeim. Það var ekki nóg til að fara strax í gangi á þeim núna til að vinna Dust 2. Þórsara voru bara sterkari, eiginlega litu það líka út allan tíman sko. En við sáum þessa punkta sem að við vitum að Kano voru með. Ég gæti trú við sjáum allt annað Kano núna yfir í Ancient, já. Ég held að veri allt annað leikur. Já, ég meina Ancient líka, þetta er mappbyggi þeirra. Og við sáum það, ég meina Þór banna Inferno. Þannig að ég veit ekki, það hlýtur að vera target ban á Kano af því að first bannar engin Inferno annars. Það er eiginlega mjög fá lið sem eru að pikka first rotation Inferno allavega í íslensku senunni eins og en Kano virðist greinilega vera eitt af þeim. Þeir velja þá Ancient í staðinn, búin að taka út þarna held ég Miras líka á móti og búið að pikka Dust 2. Þannig að við hljótum að geta gengið út frá því vissu að Ancient er mappi sem þeir vilja spila. Þeir ættu að vera með eitthvað planlega, annað væri bara rugl að pikka þetta, þannig að ég býst ekki við neinu öðru en að sjá eitthvað í T-setinu. Eru þeir ekki væntanlega að fara að byrja í T-set núna þegar þeir eru að mappikkið eða væru Þórsarar að hendi eitthvað rugl nokkuð? Ég efast að Þórsararnir fari og taki hliðina sem er minna favored bara til þess að reyna að rugla eitthvað í þeim sko. Já, það virkaði mjög vel fyrir þá í Dust 2, ekki að þeir hafi fengið vitlausa hliðina, en fengið hliðina sem að þeir bara byrjuðu vel á. Svo sem aðeins jafnara mapp, skulum segja. Já. Og við erum bara að fara að henda okkur hérna inn í Ancient, við erum komin til Suður Ameríku hér og það er mapp nummer 2 hér í seríunni milli Þórs og Kano. Ef að Þór vinna þetta mapp þá eru þeir búin að tryggja sér sæti í úrslitum þar sem þeir munu mæta Vega. Ef að Kano vinna hins vegar þá förum við í oddaleik og það verður Nuke sem að ræður úr úrslitin og Rufflu opnar reikningin hér fyrir Kano. Og yfir á A virðist vera þó að sé í gegnum miðjuna. Ég reyndi Fantas og Peter! Þetta átti ekki að gerast. Þeir eru með 2 kill, nú er pressa. Þeir munu fá plantið. Tópas, hvernig fær hann 2? Ég veit ekki, hann gerir þetta allt í einu double fyrir það. Nú er þetta 2-2, bomba var alltaf að fara niður en nú eiga þeir möguleika að vinna rándið aftur hjá Kano. Þeir eru búin að koma sér í betri postplant stöður. Þeir vita af að minnstakosti einum en ég held að þeir ætti að vera búin að heyra í báðum. Mér finnst allavega að vera út frá kólunum frá Blik að þeir eru báðir að hallast hérna að Donut þar sem að þeir eru komnir á bombu. 1 kill en ekki neitt tími því að Blik og Nonni negla þá út hérna. Vá, Tópas opnaði rándið aftur fyrir þá. Það var búið. Við komum að 5 aftur niður á miðjuna, allir saman, bara, þú varst ekki að fara að stoppa þetta nema, þú heitir Tópas. Ég bara, hvernig hann fær 2 þarna, bara ég skil það ekki. Hann átti líka svona ránd í Dust 2 sem var svona, ok, við getum alveg gert skaða hérna og ég fíla þetta. Tópas fekk ekki mikið séns, hann fær núna fyrsta sénsinn á að gera eitthvað fyrir Kano og það tryggir þeim fyrsta rándið í þessari viðureign og smókur hérna djúpt á miðjuna. Það er enginn að... Ég ætla bara að segja það, sko, hann rændi þessu seinna killi einhvern veginn, sko. Þetta var þjófnaður í bara björtu dagsljósi. Algjörlega og það er yfir á núna allavega að vera að bögga það. Þeir eru með svona léleg kaup hjá Þórsurum líka búin að stæra á mjög mikið hérna núna, 1 eftir. Þeir eru komnir í rótetið en ég held ekki mikið hérna Fantas. Það er 1 ára hann fellur en Nonni sér rest. Það er fullt hús hérna hjá þeim, Kano og annað rándið tryggt. Nú er kaup. Já, og risastórt þarna fyrir Kano og missa bara 1, strax byrjaði að byggja upp ágætis banka. Við sjáum það hérna flestir á sko 3, 2, 2000, eitthvað í kringum það.
og það veit á gott hérna fyrir framtíðar lotur frá Kano og þeir fara að ná að byggja einhvern banka. Við erum líka svo strax miklu sterkari byrjun frá þeim og greinilegt að þeir eru að koma inn í þetta með plön fyrir hvernig þeir ætla að keyra fyrstu 2 rándin. Ef að það málið að þeir þurftu bara að fara í gang þá eru þeir allavega með betri braut hérna fyrir fram að sig núna. Byrja allavega vel þannig að restin bara að halda þessu gangandi. Rafli með 2 blikk, treyta þetta út. Afsakið Ruflu, Tony, jafnóðum, en það bara treyt eftir treyt, núna 2 á 2 og við sáum hvað gerist síðast. Topaz núna eftir í lokin og hann fær að gera eitthvað. Já, 2 á 2, það betra fyrir T-hliðina, sóknarhliðina. Þeir þurfa að koma sér inn á eitthvað sæt og það líklegast að þeir séu þá í yfirtölu, þar sem að Þórsarar þurfa vissulega að verja 2 bombsæts. Og þeir eru að fá B-sætin hérna þokkalega frýtt. Topaz þarf að taka samt á móti Peter sem að koma inn í Cape, gerir það, horfir á rétta stað á réttum tíma. Og fyrsta gunroundið hjá Þór tapast. Hann er með smók og kit þarna. Hann tekur ekki upp byssuna, ég held að það snúist bara að reyna að fá killið frítt kannski fyrst. Af því að þetta var erfitt 1v2, sérstaklega þar sem að Kano geta bara vel gíska hinn maðurinn sé eitthvað allt annars þar á mappinu en ekki á B. Bara út frá því að hann var að reyna að sækja sér info þarna með því að pussa. Þannig að þetta 3. rándið, hér kemur insta smókur á miðjuna en sýnist ætla ég að segja enginn myndi kontesta en það sjálfur blikkmaður hérna út á miðjuna og finnur 2, næstu því 3, já, ekkert mál, hvað hinni 2, hann heyrir í þeim núna, hann að fara að spreða yfir á þá, dugar ekki til smá skráma hérna á Peter, eða smá, kannski aðeins undirselt en neitan hún ætti að klára þetta, já. Það bara Kobi, rest in peace. Dabbi núna 1 eftir og já, þetta voðalega lítið sem hann gerir með þessu, þeir líka vita hvað hann Já, hefði mögulega geta náð einhverjum efnahagslegum skaða þarna en ætlaði ekki að gerast. Solo afgreiðir hann snögglega þarna og 4-0 fyrir Kano og myndi ég segja 4 mjög sannfærandi lotur. Ég verð að segja eitt, ég horfi mjög mikið á erlendan Counter-Strike. Og það sem kemur rosalega óvart hvað Íslendingar, allavega þá leiki sem ég búinn að sjá hér á vormótinu, eru duglegir að búa til banka út frá, hey, við erum eina Mach 10, sendum blikk út með hennar og það virðist alltaf vera bara rétt að kóli. Þeir eru ótrúlega duglegir að halda bankanum uppi bara með þessu. Núna erum við að fá alvöru fight hérna upp á miðjuna og Þórsarar vinna hann. Ruflu fastur bak við Molla þarna, kemst ekki leinið á enda til þess að veita backup en einsmanns yfirtala núna fyrir Þórsara. Solo og Blikk strauðat út miðuna, Blikk náði einum en náði ekki að klára seinni leikmanninn. Þá lappar Topaz um smók og frábær tímasetning og alltaf þegar Kano í vesinni hérna á einsend birtist engillinn Topaz og bjargar þeim. Hann er að eiga leik, hann núna svolítið erfiðari stöðu. Leiðilegt vissum einn en seinni maðurinn var hérna kominn og á sama tíma og smókurinn feitar í burtu að þá hann bara með buxurnar á hælunum. En já, þetta leikur þar sem að Topaz ætti núna bara að stíga upp og sýna sig. Ég get alveg trú að hann sé bara ósáttur með að hafa átt svona erfiða byrjun í Dust 2. Við sáum hann spara 3 skipti og meira sér pressaði að gera í 4. skipti. Það ekki skemmtileg byrjun ef þú hefur gaman að því að spila þennan leik líka sko. Það það ekki, en Þórsarar krækja sér þarna í fyrstu lótuna sína. Kano ennþá kaup. Muna þurfa að spara samt að þeir tapa þessu. Blikk fallinn snemma. Nonni kominn leinið á enda. Mollir fer þarna, gæti náð Pandas. En Nonni fellur á leininu, Solo svarar samt sem áður, Ruflu, Pandas gerir rosalega vel að hann á aldrei að ná þessu fraggi. En Tony klárar þetta svo, Topaz nær ekki að reiða fram einhverja galdra í þetta skipti. Tony kólar hérna út að hann heyrir Blikki í smóknum og Pandas reynir að gera það sem hann getur gert en hann of lár til að taka hennar barða. Tony klárar þetta, ekkert mál, þeir fara með 3 byssur yfir í næsta lotu og það 2-4. Nú eru þeir búin að strengja saman rándum. Þannig að Þórsarar, þeir sína það að þeir eiga líka heima hérna. Þeir vildu fá þetta mapp inn í gegn. Núna vil ég sjá Kano hægja þess á. Þeir eru búin að spila mjög hratt og mjög aggressíft. Alltaf sama playið. Senda á lane, senda á miðuna.
En þegar það virkar ekki 2 lotur í röð, þá komið tími til þess að breyta þess til. Og það það sem þeir gera. Sjáum Blik fara töluvert hægar út miðjuna í þetta skipti. Þeir smóka líka Heavenið, eru ekki með sama flashblóðið og sama miðjufókus. Mér finnst magnað að Þórsararnir sé bara gamla það að sé engin stefna á því það rétta callið. Hvað gefið þeim það info? Þeir eru ekki með bombuna, þeir eru bara búin að hallast í réttu átt. Nú eitthvað aðeins að breytast. Tópas virðist, hann bara að koma á aðstoða, Kano ekki búin að senda mann alla leik. Það ástæðan fyrir því að þeir eru bara búin að gefa Þú sér þarna þristinn sem Pandas. Hann að halda því þarna djúpt á CT, bara til að vera viss það þessi enginn að lurka þar. En bara það að Kano eru ekki búin að sýna sig í mappinu hingað til og eru mjög greinilega búin að vera með defaulti 2 á miðju, 3 á lane. Hefur greinilega bara gefið Þórsurum sjálfströstið til þess að segja hei, ef við spottum þá að taka sama default, það bara beilar á Það getur líka vel verið að Kano viti ekki að Þórsarar séu bara að lesa á svona mikið, þannig að það ekki fyrr en að við sjáum eitthvað stefna í áttina að sem ennþá ekki þeman, þannig að það að vísu strauja núna yfir á B, það tekkur, við þekkjum þetta, það bara strauja á B, push B. Þess vegna B hérna megin í þessu mappi. Skráma hérna á, 2 dingas að geta bomban, hún ætti að fara niður, nokkuð örugglega. Segi ég þá, hún kemst niður, ekkert mál. Þannig að þú getur kallað þetta lítinn sigur, en nú fyrst getur ég reynt að vinna rándið. Blikar á leiðinni gegnum smókin, hann ætti að fá geggjaða tímasetningu hérna, Rafli ekki að halda. Hann að horfa á það alla og með honum Tópas. Og þá það solo 1 á 2. Og Peter lár. Peter bara 1 degluskot. Þessi smókur gerir samt alveg gífurlega vel. Heldur honum frá því en hann lappar þetta gegnum smókin. Fær sénsinn en hann var aðeins of mikill rugglingur þarna þegar hann kemur út úr smókinum. Þetta var mjög stórt að þóra að lappa í gegnum smókin. Það var ekki push. Pandas hefði aldrei lappað held ég. Ég held að sé öruggt að segja það. Mér langar að nefna aftur af hverju miðjan svo mikilvæg í þessu mappi. Við sjáum það að þegar þeir eru með miðjuna eins og þarna hjá Kano, þá vita þeir að rótetið að öllu líkindum bara að koma frá einum stað. Og þetta ástæði fyrir að ég legg svo mikla áherslu á miðjuna og þeir eiga að gera það líka að ef að Kano ætla að vera að taka sætin, þá verður að hafa fleiri en einn valmöguleika á retakinu. En aftur þá ætla þeir að taka miðjuna núna á móti og þetta skipti virðist vera að þeir fái að eiga hana hjá Þórsurum núna. Það enginn að kontesta þetta, en það verið að kontesta annað svæði mjög mikilvægt á sama tíma. Nú fyrst bara að halla sér á miðjunu og þá eru þeir svolítið í djúpum. Það ekki mikið sem þeir geta gert hérna. Hann bara að miða á kollana og það einn á eftir og hann bara seglast í áttina að, barninu hjá Blik. Með 4K þarna, þetta var eins og hann væri hérna bara á einhverju fylkishátíð, einhver svona state fair í Bandaríkjunum að spila whack-a-mole þarna á miðjunni. Þeir poppuðu upp, hausarnir hægri vinstri og Blik skaut á niður jafnóðum. Skilar 4 fröggum þarna og kemur 5. rándinu á scoreboardið fyrir liðið sitt. Það var eins og það voru ekki alveg tilbúinir að Blik væri komið svona framalega í, hvað kallum við þetta? Cheetah, ég er búinn að heyra svo mikið. Ég kallar það bara lane. Lane, fyrir ekki aftur keifin þarna inni. Það var planið að senda mannin það snemma framalega að þeir þurfti ekki að spá því á miðjunni. Það sem búinn að fella Blik þarna, hann reyndi að fara út í miðjuna, þeir eru greinilega að spila það svolítið spawn-based. Rafli stendur þarna upp á laneinu líka og finnur Nonna en solo með Tony. Og þá Rufflu, hann búinn að spotta að tómt. Hann lítur að vera að kalla á liðið sitt akkurat núna bara að lifa af. Solo gerir það. En Tópas, þú verður að horfa í þetta áttast áður. Dabbi að pússa niður og þeir ná einhvern veginn að einangra þá báða og koma þeim báðum á óvart. En þeir hafa ekki hugmynd að Rufflu sé að koma í gegnum B-sætið akkurat núna og núna það stórt hvaða leið Rufflu ákveður að fara. Þeir eru alltaf búin að koma sér í góða stöðu, þannig séð þeir ennþá að klera og þetta geti verið vandamálið. Dabbi býst aldrei við þessu eins og sagðir, en því lengur sem tíminn skerst því meira. Þetta þetta svaka info sem að Peter eiginlega bara gefur frá sér þarna með því að spreyja í gegn. Rufflu, hann kýs frekar að negla niður plantið, en hann veit hvar Peter var. Peter gamblar þetta og gerir það rétt, hann lappar hérna út með uspuna, elskar þetta. Ég held að Rufflu væri meira tilbúin en Peter
með uspuna. Það fæði sér bara léttan sopa drikknum sínum á meðan hann diffjúsar. Á hann vel skilið, sá að þetta var Red Bull, þannig að við þökkum þeim fyrir vængina sem að hann er með þarna þegar hann, flýgur inn á sæti í þetta retake. Þetta var reyndar... Ég er nokkuð vissum að Hjalta þegar hann hafði ekki einu sem farið upp við þetta sko. Nei, En þetta var ótrúlega vel spilað hjá Rufflu. Hann spottar þarna að þessi engin á A og þessi er búin að róta þetta út snemma. Það er info sem að Kano er með núna. Áhugavert að sjá hvað þeir gera við það síðustu 2 lóturnar. Af því að þeir eru ekki búin að fara A í 10 ránd í röð. Nei, það er rétt hjá þér. Þetta er Rufflu fyrsti maður sem stígur fætin á A frá þessu lið í allan hann leik. Þetta er þetta áhugavert og núna þá fyrst sjáum við þá svona hallast í áttina. Það verðist vera gameplanið og þeir eru búin að fá alla miðjuna að opna. Ég held að Þórsar geti ekki verið tilbúinir við þessu. Solo finnur opnunarna á Rafli og þeir fá innbóða Pandas. Pandas þarf að vera sökkullinn á sætinu en dugar ekki til. Rufflu, hann misti af dampið þarna fyrst en sá hann svo. Það er Peter, hann er inn á sæt til varnar en Blik sér hann og Tony og Kano nær í 7. rándið. Það hlaut að koma að því að þeir færu A og þá fara þeir A akkurat það ránd sem að Þórsar eru með 2 inn á og það virkar samt. Já. Þeir eru með 100% success ratio á að fara inn á A-ið og þeir geta, veistu, nú kemur, hvað er callið núna? Af því að núna hefur option bara, nú getur bara gert nákvæmlega saman varst að gera, bara róa ykkur niður. Nú þurfa Þórsarar að vera viðbúnir við þessu. Já, alveg rétt, það er 1 sæti viðbútt. Þeir gefa alveg miðjuna og styrkja sætin. Þetta er gambúl, en þetta gæti verið rétta gamblið. Ekki nema Kano geri einhverja breytingar í miðjurandi. Það er skemmtilegu bollið hann hjá Blik á miðjunni og hann heldur áfram að standa sig vel í þessari lotu, búin að finna opnun hér, búin að finna annan. Nonni búið með Rafli líka og allt í einu er það bara Tony og Pandas og þetta er málið, þetta þarf stundum ekkert að vera rosalega flókinn leikur. Bara löpum í áttina að sætinu og vinnum fætan okkar og þá er rándið búið. Og líka þeir gera í svona hálfgerðu kontakti eins og við þekkjum kannski, alltaf heitt þetta. Þeir gera það frá 2 stöðum, það er bara förum eins langt að við getum óséður, svo áður en þeir vita á Þórsum þá eru þeir bara í klemmu og Blik sækir hérna, eða tryggir að þeir eru með síðasta rándi og yfir höndina yfir í þessum helming. Nú kemur stóra spurningin. Hvert er svarið hjá Þór? Af því að Þór litu, mér fannst þeir líta betur út í attackerinum, eða terrornum. Já, sammála því. Bara þannig að ég get alltaf trú að þeir sé að fara að vera með eitthvað mjög sterkt play hérna á móti Kano. En þetta er líka bara, eru Kano tilbúnir við því höggi sem að kemur í kjölfarið? Það er miklu opnara svæði, myndi ég segja. Já. Hérna er eins og þú sagðir áðan, þetta er bara execute inn á A, execute inn á B og það ætlar enginn að fara á miðjuna og halda henni. Þetta er bara allt á strákunum núna á sætinu og það er Dabbi og Panda sem að taka þetta hérna, sækja 7. rándið, held ég sem bara örð að segja, ekki nema Blik og Rufflu gera eitthvað kraftaverk. Rufflu reynir að svinga þarna inn í smókin og finna eitthvað í gegn. Blik nú með skemmtilega tímasetningu þarna, það er að klíra Pandas sér hann hana. Veit á að hann er að fara að taka við skotin frá sikkur í áttinni og kallar eftir aðstoð frá liðsfélaga sínum. Hann er einhvern veginn bara að finna einn, spurning hvort hann fái marga fleiri sénsa. Nei, gerir það ekki. Dabbi lokar þessu þarna og þarna fannst mér vanta kannski, mér finnst vantaði stöff eða ákveðnari móttöku á þessari sókn frá Þór. Þetta var svolítið ég man ekki hver það var sem við vorum að spekka hann inn á sæt. Hann spilar anti-flass en það kom ekki neitt flass. Nei. Þannig að þú veist, ef hann hefði bara staðið og haldið línunni þá hefði það sennilega virkað betur. Þannig að þetta voru svona nokkur óheppin move sem að unnu gegn Kano þarna. Vel gert hjá Þór, komnir á blað með þetta pistol og sjáum hvort þetta geti snowball og því lengra. Það er force Kano meginn samt sem aður og þeir pússa þarna út í gegnum mollan á leininu og einhvern veginn bara, ég skil ekki alveg hvað er í gangi. Þetta var bara... Allt á meðan er Pandas kominn inn á setið bara, hann fór beint í gegnum dónutið hérna og það er bara búið að henda Rufflu út í eitthvað ruglirna, hann veit ekkert hvað er í gangi. Þeir eru bara búin að, þetta er samt Pandas faktorinn, hann fekk ekki einu sinni kill í þessu rándi en staðan hjá honum, hann var alltaf að fara að koma þeim á óvart. En þeir eru ennþá bara, hvar er hann? Hvar er? Hann er kominn inn á B. Rufflu getur ekki eins og reynd og það er bara, hvar er hann? Hann þarf að spá í öllu mappinu.
Þannig að ég held að hann sé bara að fara að reyna að sækja einhver exit sérna eða bara spara þessa byssu yfir í næsta round. Já, hann með head armor á sig líka, Jú. þannig að það svo sem fínt að halda því inn í næstu lótu. Algjörlega. Það meiri penningur. Það 1500 krónur sem hann heldur á hérna, eða $1,500. Þú getur meiri segja... Já, það alltaf að gera eitthvað úr þessu. Það allavega ekki réttlega að fara í þetta retake núna og lítið sem að kemur á því. Kano líka ennþá yfir, ég segi það, en það nú 7 staðan og það eru Þórsar sem að fara að líta mjög vel út. Hann ekki að tengja höfuðið þarna. Pandas fær loksins killið sem hann leitaði af og jafnar leikinn fyrir þá. Já, svo sem ekkert eitthvað, þú veist, kemur ekkert á óvart. Þeir vinna pistol, þeir konverta rándi nr. 2. Kano ákveða að forsa inn í ránd nr. 2, það virkar ekki fyrir þá, þannig að þeir eru sparin núna, þannig að við getum gert ráð fyrir því að Þórsar sé að fara að ná í 8. rándi sitt nema eitthvað klikkað gerist eins og á það svo sem til að gerast hjá okkur hérna í vormótinu. Ég held líka bara að þú byggir svolítið mikið confidence með þessu. Það bara, og ég held að það sé svolítið hættulegt fyrir Kano að sjá Þórsar að verða öryggi með þessi, því að þú veist bara leikmenn þarna hinum megin, þeir mega ekki við meira sjálfsöryggi og Rafli og Pandas, þeir eru klárlega komnir í gang og hérna restin af borðinu ekkert síður. Dabbi búinn að vera alveg jafn óþolandi og hann alltaf hinum megin á mappinu og sér til þess að rándið fari eins og á að fara og Pandas sér bara að miða og skjóta. Hann er blikkinn okkar. Blikkinn okkar segir Þórsarar. Já, ég meina ef við erum að horfa á stigatöfluna eins og hún stendur akkurat núna, Blikk efstur á sörnum 19-10 á eftir honum að það ertu með Pandas á 13-11 þrátt fyrir það liðið hans undir akkurat núna og við þurfum að fá rufflu svolítið í gang ef að Kano ætla að vinna þetta mapp og koma okkur í 3. mapp. Já, rufflu aðeins búin að vera undir væntingum bara. Eiginlega var það líka held ég í fyrir móti en það dugaði samt til að þeir komist í úrslitin líka. Blikk spilaði á bara öðrulega. Tópas og hver var þetta? Tópas og Rafli mætast þetta með molla í hendinni báðir. En B-sætið einhvern veginn fallið og það bara einn leikmaður hjá Kano sem dáinn og það fallinn og það núna 2. Peter tapar Tópasan einhvern veginn í gegn. Solo þá með boostið fyrir Blikk sem að reyna að horfa yfir þennan smók og finna eitthvað. Hann samt ekki að fá neitt gefins eða neitt upp í hendurnar á sér akkurat núna og þá finnst mér líklegt að þetta verði bara kallað sem spar. Já, allavega líklegt. Tómi þekki þetta angul alveg. Nánast prífæðir það, finnur Blikk þrátt fyrir að vera í hærri stöðu. Solo, það vitað hann. Lár tengir þarna en klárar engan og bomban ekki að fara gera neitt meira við þá. Hann deildi kúlunum vel á milli sem að virkaði ekki fyrir hann því miður. 9-7 hér Þórsurum í vil og Kano svona hægt og rólega að komast í ákveðna brekku hérna á mappbygginu sínu. Þórsarar að færast nærði að loka þessu einfallega 2-0 og koma með sannfærandi yfirlýsingu á leiðinni í úrslitin á móti Vega. Við byggumst við þessum en við vorum líka að halda svona í vonuna að Kano kæmi sparkandi sem þeir eru. Ég ætla ekki að taka neitt aðeins. Þeir eru búin að vera nógu góðir en þeir þurfa að vera nógu góðari ef að þeir ætla að fara með þetta alla leið. Það A-hit og A bara tómur akkurat núna. Dónættir smókar, það verður bara 5-5 retake hérna. Já, nei, 5-4. Solo með Pandasen í gegn. Rafli líka tekinn mjög lár í sprayinu. Og ef að Rafli verður svo sem plantar þá gæti Nonni mögulega... Nei, Dabbi svo sem plantar og Nonni bara sátspotar hvar hann að planta. Og 2 leikmenn, já næstu því 3. 3 eru fallnir bara í gegnum smók. Alltaf meðan bomban fór aldrei niður. Já. Smá óákveðni þarna í Þórsurum að stikka ekki plantið og svolítið óþægilegt að bara allir meðlimir Kano voru mættir fyrir utan innganginn á bombsætinu tilbúnir að stökkva leið og reynir að planta. Þrátt fyrir að hafa fengið sæti bara nánast opið að já þá var þetta svona maður sá þetta ekki alveg gerast en þeir eru líka bara komnir í lás á Kano núna. Mér finnst þetta samt, þetta meikar alveg sens. A bombsæt sem með í raun og veru 4 leiðir inn. Skilur, þú getur komið CT, þú getur komið kirkju, þú getur komið donut, þú getur komið main. Og allar eru óþægilega á sinn eigin hátt. Þannig að ef það einhver sæt sem þú vilt ríteka,
þá það örugglega A á Ancient. Já, ég alveg sammála því. Þetta bara akkurat öfugt upp B-ið í döstinu. Það bara, þetta gjörsamlega öfugt og það kannski ástæða verið við sjáum að Kano ekki mikið í kringum þetta svæði. Hvort sem þeir séu defenders. Já, ekki Þór heldur. Ég meina, Þór bara voru ekkert að spila manni A út í rándin ef þeir fengu eitthvað aksjón hinum inn á mappinu, sko. Nei, einmitt. Og já, þannig að þeir fara með þetta ránd yfir. Það 8. rándi fyrir Kano eins og sést hér fyrir framan okkur og við förum með eina byssu yfir hjá Þórsurum. Það Peter með AK-en. Peningu samt? Jú, það rétt hjá þér. Hvað ég að horfa? Ég að horfa á peningin hans, Peter, bara. Það ekki nóg. Miklu meira til í bankanum hana. En þetta ránd samt skiptir mjög miklu máli. Rafli á vappanum og Pandas 4-1 eftir kaup. Þetta kaup í næsta rándi líka ef þeir tapa og sérstaklega þeir ná að spara kannski 1-2 byssur. Þannig að efnahæfurinn í góðum málum hjá Þór en það einna lótu munur hér á stíðatöflunni. Gott utility yfir á miðjuna en ekki tengir yfir á leinið ásakið. En það utility á móti, þetta átt að vera execute, Blikk finnur geggjaðan haus þarna á Tony og spottar meira segja seinni mannin, það Peter. Þeir ætla að boosta counter þetta sem ekki oft. Blikk með geggja angul en enginn að challenge þetta þannig að ég held að við sjáum dismount eftir smá en 3 eftir núna hjá Þór og 2 spottaðir, skiptir engu máli, Blikk og mun alltaf vera besti leikmaður á Íslandi. Þetta galið að við séum að horfa á 22 ránda leik, hvenar stoppar þessi gaur? Bara góð spurning. Þetta spraytransfer svo, hann sér pixla í millisekundu, bara það ekki meira. Já, bara mér finnst áhugavert að sjá, sko, mér finnst hann spila bara öðruvísi, heldur en allir aðrir en á Sörn. Hann líka búinn að fá mentorship frá mörgum. Það sést alveg, af því að, þú veist, sumar ákvörðunar eru bara svona ofan mínu skilningi, sko. Þú veist, eins og ég hef aldrei séð lið pússa í gegnum molla jafn oft og ég sé Kanokina. Já. Og það bara svona eins og það sé bara eitthvað svona meðvituð ákvörðun bara, hei, fólk á Íslandi býst ekki við og pússa í gegnum molla, þannig að við ætlum bara að gera það. Já. Ég með þýri þar, sko. Við erum væntanlega að tala incendiary frekar þá sem að gera aðeins minni skaða fyrir ykkur heima sem að vitið ekki en þið vitið að flesta flík. En já, maður hefur séð þá breytingum. Menn eru farnir að sýna honum litla virðingu, mollanum hjá séti mönnum. Tóni með opnunni það fyrir Þór. Og Rafli fylgir því eftir líka og þá vörðin ansi veik inn á B. Já, nema Blikk getur gert eitthvað. Nei, hann finnur bara Tóni, Peter klárar handana með tekkunni. Og þá það Topaz, getur hann framleitt einhverja galdra, nei, hann spreyður gegnum veikinn, Dabbi klárar ruflu og 10-9 staðan. Þetta svo góð tímasetning á spreyinu gegnum smókarna. Hann flassar sig í gegn, þeir heyra bara flassið, hann sér ekki neitt, hvað næsta sem hann gerir? Setur upp utility fyrir sætið, þá bara koma 3 byssu, spreyjandi á móti þér. Þetta ekki bara reynslan? Jú, ég held að við erum að horfa á allavega efnahegin þannig að það mjög mikilvægt fyrir Kano að vinna þessa lotu, annars þeir í spar og Þórsarar komnir í match point, series point, til þess að komast í úrslitin ef að Kano þarf að fara að spara í næstu lotu, þannig að spurning hvort að við sjáum það að halda upp hætti í svona aggressjoni eða bara raflega svingin í smoke og finna 2 og Dabbi með nonna. Og það allt í einu bara Blikk og Topaz og þetta svona, bara þema þessara seríu hingað til að við sjáum bara upphafsfætana fara mjög gróflega í vil hjá öðru liðinu. Já. Þetta bara, ef það ekki Þór sem með 3 manna yfirtölu, þá það Kano sem með 3 manna yfirtölu, bara eftir einhverja 40 sekundur í rándinu. Þetta gott dæmi líka bara þessi bæði lið eru góð. Það fer ekkert fram hjá því. Þetta snýst bara akkurat líka þurrk út mistök og vera svona snirtileg. Þetta ekki bara ég með betra með þessi en ég meina, jú, þú með Blikk en Rafli sagði þarna ef að Blikk getur gert spreytransfer þá get ég gert það líka, fengið 2 þarna. Þannig að þeir eru ekkert með síður leikmenn hjá sér, sko. En Kano, þeir þurfa aðeins, eins og sagði ráðan ruflu, það aðeins að bara stíga upp fyrir Kano. Það vantar aðeins, við vitum að hann getur gert mikið betur en hann núna bara með 5-7 ekki búinn að fá mikið að tækifærum kannski en lítið eftir núna.
Það er nefnilega lítið eftir og núna þarf að láta það telja og maður gerir það ekki með því að gefa hérna 2 opnanir snemma. Solo búinn að svara tilbaka með einu fraggi, Ruflu fær séns á að láta fyrir sig finna þarna, gerir það en skotin frá 2 mismunandi hliðum, Rafli komin í bak þarna í rauða, ómögulegt fyrir Ruflu að gera eitthvað í því. Ég held að þetta sé bara naglinn í kistuna, síðasti naglinn í kistuna fyrir Kano. Það er búið að þvinga þetta ránd af þeim, ég held að geti ekkert gert til að fá það tilbaka. Þeir eru að vísu að tefja, að gefa, sko þeir hafa tíma en þeir eru bara svo tilbúnir. Pítur sér við þessu, Tópa samt bara góð ákvarðanataki á Kano þarna, segja, herðu Solo, þú ert með meira líf heldur en ég, þannig ég ætla að láta þig fá aðgóðin og ég ætla að taka sénsinn á að bjarga hinnibissun á miðunni. Og spáður rétt fyrir Pítur var að halda vopninu og þá var það bara Solo spurning hvort það nái að spara þetta. Pítur er að leita á honum hana, tímasetningin virkar með Solo og sýnist hann alltaf að fá að spara. Allavega er tíminn með honum, þeir þurfa svolítið að fara dreftið mappið og þeir geta ekki verið snöggir því að Solo getur verið komin hvar sem er núna. Þannig að þeir megi ekki vera of snöggir á sér. Solo þarf samt að búast við þessu og ég held að hann gerir það alveg því að leið og hann drepur þarna Pítur að þá er hann búinn að láta vita af sér. Hann fær að fara með byssuna yfir og það er 1 round eins og segir mapp og match point fyrir Þórsara núna til að koma í úrslitaleika móti Vega sem er á laugardaginn. Já, Kano bara búinn að ná 2 lotum hérna á CT hliðinni í sínu mappikki. Það er langt undir væntingum, þurfa núna að tengja 3 round saman í röð ef þeir ætla að knýja fram framlengingu hér í mappi nr. 2. Vel geranlegt, við höfum séð Galdra koma úr þessu Kano liði áður en hvort þeir náið í hér á móti ógnarsterku liði Þórs, það er eitthvað sem við þurfum að komast að og það byrjar á þessu. Blikk með aggressív push þarna. Finnum sig í erfiðri stöðu en hvað er þetta pixel peak þarna en það er svarað samt 2 tilbaka, Rafli og Pandas með Sikot. Pandas kemur núna út smókin þarna kannski aðeins of aggressífur og aðeins á undan liðinu sínu. Þeir eru búin að leysa þetta yfir á bíð, þarna er hann spottað. Tópas, þá ert að vita á honum í 5-munni maður. Dabbi komið djúpt hérna, þeir búast ekki við þessu. Nonni núna eini varnarmaður á staðnum. Solo, hann er búinn að gera kraftaverk, hann sparaði þennan í síðasta rondi. Getur hann nota hann til að halda þeim áfram gangandi? Svarið er nei. Það eru Þórsarar sem að fara í úrslitaleik á laugardaginn og mæta Vega. Kano eru out. Já, þar höfum við það. Kano voru ekki, bara myndi ég segja, voru ekki nógu góðir í dag til þess að taka út Þór. Þeir sýndu á köflum þvílíka stjörnum takta. Blikk var að spila mjög vel og skilaði góðum fraktúlum hérna í báðum möppum. Liðið var þokkalega spilandi. Mér fannst köllin ekki eins góð núna og þau voru síðast. En ég veit ekki hvort að það hafi verið bara af því að við fengum leik þar sem var hægt að kalla meira síðast. Já, ég held líka, sko við fengum náttúrulega líka allt önnum upp. Heldur að síðast. Já. Þannig að þetta er kannski svona meiri pressa á, ok, já, við erum ekki með reynslun að spila á móti toppliði í þessum uppum, hvað þá liði eins og Þór, þeir eru alltaf sterkari. Hefðum við verið að sjá Núk, hefðum við séð Train, þá getum við verið að tala um allt aðra niðurstöðu. Mögulega, en mér fannst bara, ég verð að segja, mér fannst bara Þór vera einu númer og stórir. Já. Mér fannst rándinn svona næstum því undantekningarlaust vera að ráðast á þessum opnunardúels sem bara annarkvort fjalli með Þór eða fjalli með Kano. Það voru mjög fá ránd þó þau gerðust vissulega inn á milli þar sem við sáum eitthvað 1-1 trade, 1-1 trade, 1-1 trade, 2-2 eitthvað late game. Kannski svona 3-4 ránd þannig. Restin af rándunum var svolítið bara hver vann midfightin, þú veist. Já. Bara, heyrðu, ok, 2-5 eða 3-5, svo kannski, heyrðu, ok, þvílíkt play hérna frá Tópas að jafna í liðum og þá var rándin spennandi og svo bara einhvern veginn foldaði það í gunfightunum aftur. Þannig að maður sá sko að þeman hjá Kano, þeim rándum sem þeir vinna, er þannig að já, þeir eru snirtilegir, þeir eru að setja í split execute, en það kom alltaf að því að fá 3Ks frá Blikkafsakið eða Tópas, það þurfti alltaf að vera svona hálfgerð highlight. Solo líka, hann átti mjög impactful rounds og mér fannst eins og hann hafði svolítið að vera svona, herri strákar, stíða hans í fótinn núna, við þurfum að halda áfram. Það eru bara 3 round, ég held að
ég segi það bara, en ég kemur ekkert óvart að hann hafi verið svolítið þessi gæi í matchinu hjá þeim, sko. Leit svona út fyrir það, en já, enn og aftur, Þórsarar eru voru sterkari, við byggumst við þessu og mér fannst ekki einu svona tala um Tony í þessari leikjaserju. Nei, þú veist, mér fannst Tony eiga bara Tony-seríu, hann var bara geggjaður, skilur við, þú veist, og bara, solid. Já, í rauninni það eina sem ég get sagt um Þórslið, mér fannst bara allir vera algjörlega rock solid. Það var ekki sama þörf, hvort sem það sé sko þörf eða bara að kanóliðið spilist þannig einhvern veginn að Blikk fái fleiri tækifæri heldur en aðrir, eða þá að hann leiti upp í fleiri tækifæri heldur en aðrir og sem in-game lítir fær hann frelsi til þess. En mér fannst það bara ekki einhvern veginn vera þörf á því Þórsmegin. Þú veist, þú fékkst bara spilararnir sem þurftu að stígu upp þegar þeir þurftu að stígu upp og restina af tímanum þá voru allir bara ógeðslega solid, voru bara að vinna fætarna sína og það það sem vann þessi 2 möpp. Það bara, herri, ok, við erum að fara að taka á móti hérna, sko, fyrsta tempo fætunum og bara við erum 5-2 hérna yfir, skilur við. Næsta round, við erum 5-3 yfir. Þetta var trekk í trekk að gerast fyrir Þór og lið eins og Þór á ekki vesenni með að spila út round þar sem þeir eru með 2 eða 3 manna forskot og meiri segja ef þeir lendi í einhverju svona ruggli, einhverju kompaki eða eitthvað, þá ertu samt ennþá með góða staðsendingar, góða spilara og ert bara með even round at that point. Ég ætla akkurat að bæta við þessum punkti þó að allt þetta hafa verið að gerast eins og þarna við sáum Blikk bara aggressívan að negla 2 leikmenn niður og eitthvað svona. Þeir letu þetta ekki bögga sig. Þeir bara ok, hvað þá svarið við þessu? Bara hei, Blikk tók 2 á okkur, við tókum aðra 2 liðinu þeirra. Og bara þeir letu þetta ekki fara í hausuna og það ástæða fyrir að Þór eru sterkari lið. Við sáum lélega byrjun á Kano og ég held að Þórsarar myndu vera fljótari að breyta til hefði þeir átt svona lélega byrjun. Það það sem að ég sé munin á Þórsurum og Kano svona í einsleikja hort á einn leik í einu, þá þetta það sem að ég tek eftir bæði í Dust og í Ancient. Skilji, og þá spurningi mín, hver MVP leiksins og seríunar? Herðu, þetta sko, má ég varpa þessari spurningu beint á þig því að mér fannst Þórsara bara að vera MVP yfir höfuð. Ég þori ekki að nefna einn yfir hinn. Mér fannst þér allir eiga svo góð moments í sínu leikjum. Peter, hann var svona, það var bara óþólandi. Alltaf góður í Pistols, skáttinn í Dust 2, bara óþólandi. Svo varstu með Dabba sem var bara að negla lurkplayin í Dust 2 líka. Mér fannst allir vera til staðar að ég get eiginlega bara ekki nefnt einn yfir neitt. En ef þú ert með hugmynd, bring it. Sko, frá mínu sjónarhorni, þá myndi ég gefa Peter þetta, sko. Því að mér bara horfandi á Peter, mér fannst hann eiga impact frögg sem að skipti miklu máli. Mér fannst hann klára lotur þegar það þurfti að klára þér en mjög mjótt á munum, eins og þú segir. En þá kannski fáum við upp bracketinn svo við fáum inn að loka myndina það hvernig mótið hefur spilast. Það verið að uppfæra bracketið fyrir okkur en það að sjálfsögðu úrslitaleikurinn sem að núna á laugardaginn 29. mars, ef mér skáttast ekki. Úrslitaleikurinn mun fara fram hérna í Arena og það verður húlum hæ og gaman og við hvetjum sjálfsögðu sem flesta til þess að koma og hafa gaman með okkur, fagna lokum á þessu móti með þessum leikmönnum. En það verða Þór og Vega sem að mætast hér í úrslitum og við sjáum það hér á bracketinu með öllum dagsendingunum. Vega búnir að sigra Fylki 2-0, Ármann 2-1 og mæta svo Þórsarar búnir að fara í gegnum hjólið á enska og Kano bæði 2-0 sigrar þarna. Bæði liðin eru seed 1 í sínum riðli sem eru þarna á toppnum og eru að mætast í úrslitum þannig að riðlakeppnin virðist hafa eitthvað það að segja hvort að liðin séu góð eða ekki. Það er bara skemmtilegt að sjá þessa niðurstöðu alltaf bara alveg sama hvaða lið maður að tala þegar að liðið sem að stendur sér best kemst alla leið þá er maður bara sáttur. Alveg sama hvaða lið maður að tala við erum að fá besta lið á móti besta lið í þessu móti head to head. Það er bara þannig og úrslitaleikurinn og úrslitaviðureignin best of 5. Þannig að við erum að fara að fá 5 unaðsleg kort af CS eins og við sjáum þarna laugardaginn 29. mars byrja kl. 17:30 þannig að
Já, streymið byrja klukkan 5, ég er búinn að segja það, fólk á bara að blokka dagatalið sitt bara núna, Já. frá laugardeginum, frá klukkan 5, þá ætla ég að vera hérna niður í arena að horfa á smá eðal íslenskan Counter-Strike, en það verður ekki lengra hjá mér og Sigga Steipu hér í kvöld. Við þökkum kærlega fyrir okkur og við sjáumst á laugardaginn.